Já, gott kvöld. Ég býð ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Þetta fundur númer 1559 haldinn í Einarsstofu 30. apríl 2020 klukkan 18. Ég segi fund settan. Já, þetta var harkalegt, skemmtilegt. Þetta fjarfundur sem tekin upp eins og síðustu fundir hjá okkur og það eru 10 dagskrármál í útsendri dagskrá. Málin verða að lokum 11 þar sem við munum leita eftir afbrigðum að taka inn fundargerð bæjarráðs frá því í dag. En útsend dagskrá var öðru leyti svona. Það almenn erindi fyrsta mál ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2019 fyrri umræða. Það annar dagskrárliður viðbrögð vegna veiruógnunar, þriðji dagskrárliður umræða samgöngumál, fjórði dagskrárliður framtíðarskipan þriðju hæðar í fiskihúsinu, fimmta dagskrármál var dagskrá bæjarstjórnarfunda, sjötta dagskrármál var umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur 323, sjöunda dagskrármál framkvæmda og hafnaráð fundur 249, áttunda dagskrármál fjölskyldu- og tómstundaráð, það fundur 254. 9. máli bæjarráð Vestmannaeyja fundur 3124, 10. máli fræðsluráð, það fundur 329 og það þá 11. mál sem verður þá tekið inn með afbrigðum sem fundargerð bæjarráðs Vestmannaeyja fundur 3125. En ég ætla þá að byrja á því að biðja bæjarfulltrúa að samþykkja það. Ég myndi bera það undir atkvæði. Undir atkvæði þá segja fundarmenn bara já eða nei ef þeir samþykkja þetta. Og þá höfum við þetta bara eins og venja. Það þá Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Og Helga Kristín Kolbeins. Já. Og það ég sjálfur, Elís Jónsson, sem samþykki líka. Þá það samþykkt að taka inn fundargerð bæjarráðs Vestmannaeyja fundur 3125 sem haldinn var í hádeginu klukkan 12:00. Þá höfum við komist að samkomulagi í bæjarfulltrúum að við munum taka fyrsta liðinn í fundargerðinni sem var ársreikningur Vestmannaeyjabæjar og aðrir liðir verða teknir undir dagskrárliði númer 11 sem bætist við. Þannig að það dagskrárliður 11 sem verður þá bæjarráð Vestmannaeyja, það fundur 3125, en við tökum þennan fyrsta dagskrárliði í bæjarráðinu þá fyrst. Og það þá ársreikningur Vestmannaeyjabæjar sem var ræddur í hádeginu. Lögð voru fram drög að ársreikningi Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2019 á fundinn mættu endurskoðendur frá KPMG sem bærinn hefur samið við vinnslu ársreiknings og fór yfir drögin. Samkvæmt endurskoðendum sýnir ársreikningurinn sterka stöðu bæjarsjóðs. Allir bæjarfulltrúar Vestmannaeyja tóku þátt í fundinum. Vilja bæjarfulltrúar ræða þennan lið áður en við förum í ársreikninginn? Svo ekki, þá ber ég hann undir atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir segi þá já eða nei. Það fyrsti dagskrárliður í fundargerð bæjarráðs, ársreikningur Vestmannaeyjabæjar þar sem honum vísað til bæjarstjórnar sem núna Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og það ég sjálfur Elís Jónsson sem samþykkir. Þá förum við í ársreikning fyrir Vestmannaeyjabæ fyrir árið 2019. Það fyrri umræða. Það að venju bæjarstjóri sem hefur framsögu Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2019 hér með lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn Vestmannaeyja. En fyrir liggur samþykki bæjarráðs og bæjarstjóra á ársreikningum frá því fyrr í dag. Stefnt að því að taka síðari umræðan ársreikninginn þann 14. maí næstkomandi en
Fyrir liggur tillaga til bæjarstjórnar að umræðan fari þess í stað fram 30. eða 11. júlí. 30. maí eða 11. júlí. Samkvæmt 3. og 4. málsgrein 61. greinar sveitarstjórnarlaga skal fjalla ársreikninginn á 2 fundum bæjarstjórnar. Rekstrarafkoma sveitarfélagsins árið 2019 var jákvæð tæplega 666 milljónir samkvæmt samstæðureikningi sveitarfélagsins, eða 472 milljónum meira en gert hafi verið ráð fyrir í fjárhagsáætlun fyrir árið 2019. Rekstrarafkoma A-hluta var jákvæð 455 milljónir, en í fjárhagsáætlun hafi verið gert ráð fyrir tæplega 77 milljón króna rekstrarhagnaði. Það einkum 2 atriði sem skýra þessa miklu rekstrarafkomu. Skatttekjurnar urðu 287 milljónum hærri en áætlað var og eftir að hafa verið tekið tillit til millifærslna, innri færslna og eftir að hafa verið tekið tillit til millifærslna. Og svo það rekstrarafgangur Vestmannaeyjahafnar sem var 91 milljón meiri en gert hafi verið ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Þetta tvennt skýrir 80% af þeim umfram afgangi sem nú raunin. Rekstrarafkoma annarra málaflokka skýrir 94 milljón króna hærri afkomu en gert hafi verið ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Þá förum við í tekjurnar. Skatttekjur án jöfnunarsjóðs voru tæplega 2.961 milljón króna og var það aukning 195 milljónir á milli ára. Skatttekjur fóru 287 milljónum umfram áætlun og það fyrst og fremst vegna útsvarstekna sem voru 253 milljónir yfir áætlun. Framlög úr jöfnunarsjóði voru 712,5 milljónir fyrir árið 2019 og var það aukning tæplega 53 milljónir frá fyrra ári. Framlög jöfnunarsjóðs voru 33 milljón krónum meiri en áætlað var og munaði þar mestu að útgjaldaframlagið og framlög vegna fatlaðs fólks voru tæplega 22 milljónum hærri en var í áætlun. Aðrar tekjur samstæðu Vestmannaeyjabæjar að undanskildum millifærslum voru rúmlega 2.698 milljónir en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir tekjum upp á 2.763 milljónir. Aðrar tekjur voru því rúmum 65 milljónum minni en áætlanir gerðu ráð fyrir. Tekjur Herjólfs voru 105 milljónum krónum minni en gert hafi verið ráð fyrir og tekjur umferðar- og samgöngumála voru 47 milljónum lægri en áætlað var. Á móti kemur að tekjur Vestmannaeyjahafnar voru 66 milljónum króna meiri en áætlun gerði ráð fyrir. Tekjur annarra málaflokka voru 21 milljón króna hærri en gert hafi verið ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Við förum yfir í gjöldin. Laun og launatök gjöld námu 3.184 milljónum hjá samsteypinu, sem eru 130 milljónum umfram fjárhagsáætlun eða 4%. Sá umframkostnaður verður að teljast innan skekkjumarka, sérstaklega í ljósi þess að veikindalaun hjá samstæðunni námu tæplega 94 milljónum króna og stór hluti af þeirra langtímavingiti sem kallar á aflýsingar. Ekki áætlað fyrir veikindalaunum í fjárhagsáætlun. Hækkun launa og launatryggingar gjalda á milli ára var 727 milljónir, en það ber á að líta að launakostnaður vegna Herjólfs árið 2019 nam 506 milljónum, samanborið við 12 milljónir fyrir árið 2018. 494 milljónir af hækkuðum launakosta á milli ára tilkomin vegna Herjólfs OHF. Fyrir utan Herjólf hækkar launakostnaður 233 milljónir og hækkunin dreifist á milli málaflokka. Þyngst vegur launakostnaðurinn alltaf í fræðslumálunum og á hraunbúðunum, enda þetta stærstu og fjölmennustu vinnustaðirnir. Annar rekstrarkostnaður kemur ágætlega út heilt yfir. Misjafnt á milli málaflokka hvernig raunkostnaður kemur út í samanburði við fjárhagsáætlun. Þegar horft fram hjá millifærslum heildarkostnaður 108,3 milljónum undir áætlun eða 3% undir fjárhagsáætlun, sem vel ásættanlegt. Á milli ára hækkaði þessi kostnaður 713 milljónir en það skýrir rekstur Herjólfs 642 af þessari hækkun. Hækkun rekstrarkostnaðar annarra málaflokka nam 71 milljón á milli ára. Gjaldfær lífeyrisskuldbinding áætluð 346 milljónir tæplega hjá samstæðunni en samkvæmt ársreikningum nemur skuldbindingin 292,6 milljónum eða 53 milljónum króna minna en áætlað var.
Fjármagnsliðir, ef við förum yfir í þá, nettó fjármagnstekjur samstæðunnar námu 226 milljónum rúmum eða 128,9 milljónum meira en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Borið saman við síðasta ár nemur hækkunin hins vegar 66,8 milljónum króna. Nettó fjármagnsliðir A-hlutans eru tæplega 192 milljónir en þess ber að geta að varu- og niðurfærslu á eignarhluti Vestmannaeyjabæjar í Herjólfi ohf. 42 milljónir hafa áhrif á stöðu fjármagnsliða bæjarsjóðs sem því nemur. Helstu frávik í einstaka málaflokkum, ef við byrjum á félagsþjónustunni, tekjur þar lækkuðu 3,2 milljónir á milli ára en fóru 3,4 milljónum umfram áætlun. Laun fóru 9,1 milljón umfram áætlun og hækkuðu 19,8 milljónir á milli ára. Annar rekstrarkostnaður var 19,1 milljón, var undir áætlun en hækkar samanborið við síðasta ár. Þetta skýrir að mestu hvers vegna málaflokkurinn 3,5% undir fjárhagsáætluninni. Fræðslu og uppeldismál. Nettó rekstrarkostnaður fræðslu og uppeldismála nam 663 milljónum rúmum sem eru 25 milljónum hærra en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Málaflokkurinn hækkaði 83 milljónum milli ára og fóru laun 67 milljónum tæpum umfram áætlun og eru það aðalega 2 vinnustaðir sem þetta kemur niður á. Tekjur málaflokksins fóru hins vegar 6 milljónum fram úr áætlun og annar rekstrarkostnaður var 36 milljónum tæpum undir áætlun. Þessi 2 liðir vega að mestu upp aukin launaútgjöld, þannig að málaflokkurinn fóru aðeins 25 milljónir fram úr áætlun eða tæplega 1,5%. Nettókostnaður menningarmála nam 196 milljónum eða 3,8 milljónum minna en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Borið saman við 2018 hækkar rekstrarkostnaður málaflokksins 34 milljónir rúmar. Stór hluti skýringanna hækkun á milli ára nemur kostnaður vegna 100 ára kaupstaðarafmælis Vestmannaeyjabæjar sem nam 18,7 milljónum en var þó 3,7 milljónum undir því sem áætlað var í þann lið. Þá skýrir ráðning fjölmenningarfulltrúa hluta að mismun kostnaðar á milli ára. Niðurstaða æskulýðs- og íþróttamála var 444 milljónir og málaflokkurinn 3,1 milljón yfir áætlun eða 1%. Borið saman við síðasta ár hækkaði kostnaður málaflokksins 7,2 milljónir en málaflokkurinn á pari við fjárhagsáætlun. Brunamál og almannavarnir. Niðurstaða málaflokksins var tæpar 47 milljónir en áætlun gerði ráð fyrir 51,5 milljón. Rekstrarniðurstaðan var því betri 4,5 milljón og skýrist það af hærri tekjum og minni launakostnaði gert var ráð fyrir. Hins vegar fór annar rekstrarkostnaður rétt milljón fram úr áætlun. Niðurstaða hreinlætismála var tæpar 50 milljónir sem 22,5 milljónir umfram áætlun. Tekjur málaflokksins voru í samræmi við áætlun en hins vegar var annar rekstrarkostnaður 22,5 milljónir hærri og það skýrist aðalega af því magni til förgunar sem var mun meira en áætlað var. Skipulags- og byggingamál voru 30,6 milljónir undir áætlun og lækkaði málaflokkurinn á milli ára 7,2 milljónir. Mestu munar að tekjur málaflokksins fóru 12,8 milljónir umfram áætlun. Launakostnaður var tæpum 4 milljónum minna en gert var ráð fyrir og annar rekstrarkostnaður var tæpum 14 milljónum lægri en áætlað hafði verið. Niðurstaða umferðis- og samgöngumála var 98,4 milljónir eða tæplega 56 milljónum hærri en áætlað að gera ráð fyrir. Á milli ára hækkaði málaflokkurinn 6,6 milljónir, skýringunum og fyrst og fremst rekja til þess að tekjur málaflokksins var tæplega 47 milljónum lægri en áætlað hafði verið. Ástæða lægri tekna tvíþætt. Annars vegar var ekki farið í allar þær framkvæmdir sem gert var ráð fyrir að myndu skila sveitarfélaginu tekju í formi gatnagerðargjalda og hins vegar var stór hluti innkominna tekna vegna nýframkvæmda og götur farið til lækkunar á eignfærastofnkostnaði gatnanna. Þetta gert í samræmi við reikningsskilareglur. Umhverfismálin enduðu í tæplega 77 milljónum eða 17,4 milljónum yfir áætlun. Á milli ára hækkar málaflokkur 7 milljónir, það sem skýrir yfirkeyrsluna á málaflokknum með þríþætt. Það eru tekjur málaflokksins voru 1 milljón undir áætlun, launakostnaður fór 9 milljónir yfir áætlun og annar rekstrarkostnaður fór 7,3 milljónum fram úr áætlun.
Ástæðan fyrir hærri launakostnað var fyrst og fremst rekja til þess að voru fleiri umsóknir sumarstörf en áður og var tekin svo ákvörðun að bjóða öllum vinnu þar sem næg verkefni lágu fyrir. Undanfarin ár hefur okkur ekki tekist að ljúka öllum þeim verkefnum sem hafa verið í þessum málaflokki. Þess má geta að stór hluti af umframkostnaði og öðru rekstrarkostnaði til kominn í tengslum við það vegna gjaldfærsla frá þjónustumiðstöðinni. Niðurstaða atvinnumála var 2,6 milljónir eða 12,5 milljónir lægri en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir. Tekjurnar voru 1,3 milljónir meiri en áætlað var en launin tæpri milljón lægri. Annar rekstrarkostnaður var 10,3 milljónum undir áætlun. Framlög til A- og B-hlutasjóða og fyrirtækja námu 163 milljónum og það var 25 milljónum meira en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Á milli ára hækkuðu framlögin 57 milljónir rúmar. Skýringin á þessum hækkunum á milli ára og hækkun á umfram áætlun liggur í framlögum til hraunbúða. Í fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir framlögum til hraunbúða að fjárhæð 45,2 milljónir en niðurstaðan var 88,3 eða 43,1 milljón meira en áætlað hafði verið. Hækkun á framlögum til hraunbúða í ár til hraunbúða á milli ára tæpar 52 milljónir. Framlög til þjónustumiðstöðvanna námu 75 milljónum króna eða 4,7 milljónum minna en áætlað hafði verið. Ekki þurfti að setja nein framlög í félagslega íbúðakerfið en gert að hafa verið ráð fyrir framlögum upp á 13,4 milljónum. Rekstrarniðurstaða sameiginlegs kostnaðar endaði í 253,2 milljónum eða 8,5 milljónum undir kostnaðaráætlun. Kostnaðurinn jókst 3 milljónum frá árinu 2000 og undir fjárhagsáætlun. Kostnaðurinn jókst 3 milljónum frá árinu 2018. Niðurstaða málaflokksins 22,6 milljónir undir áætlun og munar það mestu rekstur bæjarskrifstofuna og annar kostnaður sem var 21,5 milljón undir því sem áætlað var. Búið að fjalla breytinga á lífeyrissjóðsskuldbindingum og fjármagnsliðum annars staðar. Alls var niðurstaða allra sjóða og fyrirtæki í A- og B-hluta, annarra sjóða í A- og B-hluta en þeirra sem fengu framlög frá aðalsjóði. 69,4 milljónum betri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Að ræða 7 sjóði eða stofnanir eða fyrirtæki. Það Eignasjóð, Grjótnám, Hafnasjóð, Vatnsveitu, Fráveitu, félagslegar íbúðir og Vestmannaeyjaferjuna Herjólf ohf. Mestur umfram afgangur var hjá Hafnasjóði 91 milljón. Rekstrarniðurstaða Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs var 42,8 milljónum lakari en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Gert var ráð fyrir hagnað upp á 26,4 milljónir en tap var á rekstrinum upp á 16,4 milljónir. Einnig var afgangur fráveitunnar 19,8 milljónir lakari en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun en hins vegar var afgangur bæði félagslega íbúðakerfisins og náttúrustofu rúmar 11 milljónir. Betri hjá hvorri stofnun en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. En eins og áður hefur komið fram þá koma framlög frá aðalsjóði til hraunbúða og þjónustumiðstöðvanna til þess að gera þessum stofnunum kleift að reka svo á núllinu. Fyrir efnahagsreikninginn. Eignir samstæðurnar í árslok 2019 námu 14,2 milljörðum og hækkuðu 7,7% á milli ára. Þar af hækkuðu fasta fjármunir 8% eða tæplega 780 milljónir. Alls námu fjárfestingar og framkvæmdir samstæðunnar tæplega 700 milljónum en 314 milljónum hjá A-hlutanum. Stærsta einstaka framkvæmdin var í félagslega íbúðakerfinu að fjárhæð 272 milljónir og voru það fjárfestingar í þjónustuíbúðum fyrir aldraða og nýjum þjónustukjarna og íbúðum fyrir fatlaða. Aðrar stórar framkvæmdir voru nýframkvæmdir við gatnagerð og var nettó fjárhæð á þeim tæpar 94 milljónir, fjárfesting vegna framkvæmda hjá íþróttamiðstöðinni upp á 81 milljón og fjárfesting hjá Hafnasjóði upp á tæpar 68 milljónir. Aðrar einstakar fjárfestingar og framkvæmdir stofnana og verkefna var hver sig undir 35 milljónum. Aðrar skuldbindingar samstæðu A- og B-hluta námu í árslok 2019 rúmum 5,2 milljörðum. Markvisst hefur unnið að í síðustu ára greiða niður skuldir bæjarsjóðs og skuldastaða Vestmannaeyja við lánastofnanir mjög góð. Í lok ársins 2019 voru vaxtaberandi skuldir samstæðunnar með næsta árs afborgunum 314 milljónir og fyrir A-hlutan 103. Í mars á þessu ári hafði Hafnarsjóður lokið við að greiða vaxtaberandi lán og aðalsjóður mun vera skuldlaus árið 2024. Frá árinu 2025 eru einu langtímaskuldir sveitarfélagsins liggja í félagslega íbúðakerfinu og stærsti hluti þeirra
ber 1% vexti. Lífeyrisskuldbindingar eru tæpir 4 milljarðar. Lífeyrisskuldbindingin vegna lífeyrisréttinda starfsmanna sveitarfélagsins er færð sem langtímaskuld í efnahagsreikningi á grundvelli stærðfræðilegrar úttektar í árslok 2019. Reiknuð breyting á skuldbindingu á árinu og hún gjaldfærð í rekstrarreikningi. Skammtímaskuldir nema tæpum 644 milljónum og þyngst vegar aðrar skammtímaskuldir eða 592. Eigið fé nemur tæpum 9.041 milljón. Veltufé frá rekstri í samstæðu A og B hluta var 1.198 milljónir tæpar eða 18,8% í hlutfalli við rekstrartekjur. Í A hluta nam hlutfallið 22,2% eða 917 milljónum rúmum. Handbært fé frá rekstri nam rétt rúmum 959 milljónum hjá samstæðunni og í A hluta nam handbært fé frá rekstri 715 milljónum. Styrkleika sveitarfélagsins koma vel fram í góðri afkomu ársins 2019. Fjármálastjórn bæjarins er fagleg og vel ígrunduð. Til að mynda eru allar tekjur varlega áætlaðar og gjöld eru nokkuð nærri fjárhagsáætlun ársins. Rekstrarafkoma ársins er góð, skuldir sveitarfélagsins tiltölulega lágar og eiginfjárstaðan góð. Skuldaviðmið samkvæmt reglugerð eru svo lág að það mælist ekki, hvorki hjá samstæðunni né A-hlutanum. Skuldahlutfallið hjá A-hlutanum lækkar úr 125% niður í 122% og hjá samstæðunni lækkar skuldahlutfallið úr 103% rúmum niður í 82,5%. Eignir sveitarfélagsins eru góðar og nema nú um 14,3 milljörðum, þar af nema fasteignir og lóðir tæpum 7,2 milljörðum, veitur, hafnir og gatnakerfi eru upp á 2,2 milljarða og skammtíma fjárfesting tæpum 2,7 milljörðum. Skammtíma fjárfesting er tilkomin vegna fjárfestinga Vestmannaeyjabæjar í verðbréfum til skammtíma ávöxtunar. Skammtíma verðbréf samanstanda af verðbréfum í sjóðum, í fjárstýringu hjá innlendum fjármálastofnunum og eru innleysanleg með skömmum fyrirvara. Handbært fé samstæðunnar nam í árslok rétt rúmum 649 milljónum. Þrátt fyrir góðan tekjugrunn sveitarfélagsins sem samanstendur af sterkum sjávarútvegi og tengdum greinum, ferðaþjónustu sem öflug í grunninn á undir högg að sækja vegna þeirra aðstæðna sem komnar eru upp í heiminum og mikilla atvinnuþátttöku almennt, þarf áfram að sýna aðgát og skynsemi við ráðstöfun skattfjár Vestmannaeyinga. Mikilvægt er að ríkið standi við sína skuldbindingar gagnvart sveitarfélögum en á síðasta ári voru framlög Vestmannaeyjabæjar til hraunbúðar rúmlega 88 milljónir. Þessar meðgreiðslur fara vaxandi og eru löngu komin tíma á leiðréttingunum frá ríkinu á daggjöldum vegna hjúkrunarheimila. Rekstrarkostnaði verður áfram stillt í hóf og horft til rekstrarhagræðingar þar sem við á. Vanda verður til verka við fjárfestingar og framkvæmdir og meðal annars horft til einkafjárfestinga og atvinnuhorfa við ákvarðanir fjárfrekar framkvæmdir á vegum Vestmannaeyjabæjar á þessum sérstöku tímum. Viðspyrna við vegrok sem bæjarstjórn samþykkti 16. apríl síðastliðinn saman standa af aðgerðum sem munu hafa veruleg áhrif á rekstur sveitarfélagsins á árinu. Vestmannaeyjabær er reiðubúinn að bæta í til að halda uppi atvinnu í eyjum. Einnig hefur verið ákveðið að ráðast í markaðsátak með ferðaþjónustunni í Vestmannaeyjum fyrir komandi sumar. Áhersla verður lögð á nýsköpun, frumkvöðla starfsemi og fleiri spennandi tækifæri sem fyrir hendi eru. Það er margt sem gefur fyrirheit kraftmikið samfélag til framtíðar líkt og áður. Eignir og eiginfjárstaða bæjarins er góð og sveitarfélagið er í stakk búið til að vinna úr þeim aðstæðum sem upp eru komnar. Tökum sameiginlega þátt í að halda áfram uppbyggingu og öflugu og góðu samfélagi. Við stöndum þétt saman og snúum bökum saman. Forseti, ég hef lokið máli mínu en ég er með bókun. Já, gjörðu svo vel. Meirihluti bæjarstjórnar lýsir ánægju með niðurstöðu ársreikning Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2019. Ljóst er að staða bæjarsjóðs er góð, skuldir bæjarfélagsins lágar og eignastaða með besta móti, bæði langtíma og skammtíma eignir. Hagnaður A-hluta nemur 445 milljónum og hagnaður samstæðunnar í heild nemur 666 milljónum króna, þrátt fyrir áföll á árinu eins og loðnubrest. Niðurstöður sýna að rekstur bæjarins er traustur og fjármálastjórn ábyrg. Ljóst er að áhrif heimsfaraldursins munu hafa neikvæðar afleiðingar fyrir rekstur bæjarins á árinu 2020 og mikilvægt er að gæta aðhalds við ráðstöfun almannafjár á sama tíma og gripið verður til aðgerða til að auðvelda bæjarbúum og fyrirtækjum að komast í gegnum skaflinn meðan ástandið varir. Samkvæmt ársreikningnum sem nú er
hefur verið kynntur, hefur Vestmannaeyjabær þó nokkuð svigrúm til þess að bæta þjónustu við bæjarbúa enn frekar og er undir það búin fjárhagslega að koma til móts við heimili og fyrirtæki með þeim aðgerðum til viðspyrnu við COVID-19 sem kynntar hafa verið bæjarbúum. Bókun lýkur. Þakka Írisi Róbersdóttur fyrir þetta. Ég heyri eitthvað ekko í mér. Er eitthvað með... Já, það ekko í mér. Það væri gott ef þið annarkot mjúti þá eða reyna að vera með headset. Eða, það nú gengi ágætlega, en ég heyri að hljóðið á mér að fara þarna í gegn. Þetta komið núna. Þannig að það minnihlutinn sem er það ekki Hildur Sólveig Sigurðardóttir? Jú, þakkaði fyrir Elís forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur. Ég vil bara fá að byrja á að þakka bæjarstjóra ítarlega og góða yfirferð yfir ársreikninginn og vil byrja að þakka líka öllu starfsfólki Vestmannaeyjabæjar fyrir þeirra vinnu við undirbúning þessa ársreiknings. Það auðvitað á hverju ári gífurlega mikill undirbúningur sem fer í ársreikningin, mikil vinna og hún kemur núna auðvitað ofan í aðstæður sem að starfsmenn hafa aldrei þurft að standa frammi fyrir áður. Þar sem að þarf að aðlaga vinnuaðstæður og annað og ég vil bara fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins þakka starfsmönnum fyrir að hafa sýnt mikinn sveigjanleika í þessum aðstæðum og hafa haldið þessu verkefni vel á floti. Ég vil að sjálfsögðu líka þakka endurskoðendum sveitarfélagsins og það augljóst þegar við skoðum ársreikningin, núna hann lagður hér fram við fyrri umræðu og það augljóst að sveitarfélagi stendur vel og stendur mjög styrkum fótum og það hefur verið haldið vel utanum taumana, haldið vel utanum fjárhagslega stöðu sveitarfélagsins og ég held og vona og nokkuð viss að allir þeir bæjarfulltrúar sem að hér sitja geri sér grein fyrir því að þeir eru í mjög öfundsverðri stöðu miðað við marga kollega sína víða land, sérstaklega í því ástandi sem að við erum að standa frammi fyrir nú. Það ánægjulegt að sjá að það verið að halda áfram að greiða niður skuldir og að tekjur fari fram úr væntingum eða fram úr áætlunum sem er frábært. Það náttúrulega bara merki mjög kröftugt og öflugt sveitarfélag og bara verulega ánægjulegt að sjá það þrátt fyrir eins og bæjarstjóri kom inn á í máli sínu loðnu brest og áhyggjur allra bæjarfulltrúa varðandi afleiðingar hans á aðalsjóð og á stöðu sveitarfélagsins. Varðandi Herjólf að þá auðvitað það þannig að eins og bæjarstjóri fór yfir í sínu máli að það hafi verið halli á rekstri Herjólfs 42 milljónir. Það auðvitað útistandandi stórar fjárhæðir sem á enn eftir að sækja á ríkið sem að samkvæmt samningum þeir ber skylda til að greiða gagnvart mönnun á ferjunni. Þannig að það náttúrulega lykilatriði að þeir fjármunir verði sóttir sem að sveitarfélaginu sannarlega ber að fá vegna þessa reksturs og þessa þjónustu samnings. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa auðvitað líkt og væntanlega og ég geri ráð fyrir að bæjarfulltrúar meirihlutans hafa skynjað að við erum óþreytandi við að minna á nauðsyn á aðhaldi í rekstri, á nauðsyn rekstrarhagræðingar og að koma í veg fyrir þenslu. Til að mynda við stofnun nýrra stöðugilda þar sem að launakostnaður auðvitað okkar einstaki stærsti útgjaldaliður. Og á síðasta ári var til dæmis hækkun útgjalda aðalsjóðs 180 milljónir og 100 milljónir hækkun árið þar áður. Og árið í ár kemur auðvitað vel út hvað tekjuhliðina varðar og þolir því þessar hækkanir í útgjöldum að minnstakosti í ár. Þannig en svona kannski svona til þess að fólk geti glögt sig á því að þá bara þetta ár er hækkun per íbúa vegna launa og launatengdra gjalda í aðalsjóði nemur 7%
hvern íbúa, þrátt fyrir fjölgun íbúa 49 á síðasta ári. Þannig að það auðvitað mjög mikilvægt, eins og ég var ánægð að heyra, kom fram í máli bæjarstjóra að það sannarlega nauðsyn að halda vel aftur af þenslunni og sýna ábyrgð í rekstri en mjög gott að sveitarfélagið sé svo sterkt fjárhagslega að það standi vel frammi fyrir einmitt aðstæðum sem við erum í dag, þar sem að við erum í rauninni, eins og hefur margoft komið fram í fordæmalausum aðstæðum og til þess þetta verið að búa í haginn fyrir aðstæður sem að við þekkjum ekki, þannig að það mikilvægt að eiga góða varasjóði. Já, og það náttúrulega bara líka mikill heiður að hafa tekið þátt í því starfi, að hafa verið að hagræða í rekstri og straumlínulaga rekstur sveitarfélagsins þannig að hægt sé að þjónusta íbúa sveitarfélagsins með allra besta móti með sem minnstu mögulegum tilkostnaði, því þetta auðvitað allt fjármunir okkar allra og fjármunir sem að harðduglegir Vestmannaeyingar hafa verið að afla sér og okkur öllum til þess að við getum nýtt á sameiginlega. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni, ég með bókun sem ég ætla að fá að leggja hér fram með leyfi forseta og lesa upp. Lesa vel. Hún hljóðar svo: Undirrituð þakka starfsmönnum Vestmannaeyjabæjar og endurskoðendum þá miklu vinnu sem hefur farið í undirbúning ársreiknings 2019. Staða sveitarfélagsins sterk. Markviss viðspyrna Sjálfstæðisflokksins á undanförnum kjörtímabilum gegn þenslu, skynsamar fjárfestingar og hagræðingar aðgerðir hafa skilað sveitarfélaginu efnahagslegum sveigjanleika til að takast á við óvænt áföll á borð við endurtekna loðnubresti og alheimskreppu. Forsenda efnahagslegs styrks sveitarfélags verður þó alltaf íbúarnir sem samfélagið byggir og þau verðmæti sem þeir skapa með afköstum sínum. Vestmannaeyingar munu nú, líkt og áður, með samtakamætti, þrautsegi og óbilandi trú á möguleikum samfélagsins komast í gegnum sögulegar hamfarir. Bókun lýkur. Já, ég þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessa lið? Ef ekki, þá ætla ég að lesa upp niðurstöður úr ársreikningnum og bera þetta svo undir atkvæði bæjarfulltrúa í framhaldi og samhliða að vísa þessum ársreikning þá til síðari umræðu. Það er það ársreikningur sjóða í A-hluta 2019 og það afkoma fyrir fjármagnsliði, það 263.554.000, rekstrarafkoma ársins þá 455.456.000, niðurstaða efnahagsreiknings þá 11.920.124.000 og eigið fé þá 6.879.224.000. Þá förum við í ársreikning Hafnarsjóðs Vestmannaeyja 2019, það afkoma fyrir fjármagnsliði, það 124.980.000, rekstrarafkoma ársins þá 145.720.000 og niðurstaða efnahagsreiknings þá 2.096.783.000. Eigið fé 1.897.422.000. Þá förum við í ársreikning félagslegra íbúða 2019, það afkoma fyrir fjármagnsliði, það 20.207.000, rekstrarafkoma ársins þá 11.122.000 og niðurstaða efnahagsreiknings þá 578.888.000 og það eigið fé þá neikvætt 89.067.000. Það ársreikningur fráveitu Vestmannaeyja 2019, það afkoma fyrir fjármagnsliði 28.025.000, rekstrarafkoma ársins 11.437.000 og niðurstaða efnahagsreiknings þá 649.534.000. Eigið fé þá 311.431.000. Það ársreikningur dvalarheimilis Hraunbúða 2019. Það afkoma fyrir fjármagnsliði, hún neikvæð 85.860.000. Rekstrarafkoma ársins 0
Niðurstaða efnahagsreiknings það 250.521.000 og eigið fé 29.806.000. Þá fyrir við í ársreikning vatnsveitu fyrir 2019. Það afkoma fyrir fjármagnsliði, það 0. Það rekstrarafkoma ársins 0. Niðurstaða efnahagsreiknings 384 milljónir. Og eigið fé 0. Ársreikningur Vestmannaeyjaferðanna Herjólfs ohf. 2019 að afkoma fyrir fjármagnsliði, hún neikvæð 16.071.000. Rekstrarafkoma ársins jafnframt neikvæð 16.418.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 227.467.000. Eigið fé 108.027.000. Það ársreikningur Náttúrustofu Suðurlands 2019. Það afkoma fyrir fjármagnsliði 16.627.000. Rekstrarafkoma ársins 16.629.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 13.192.000 og eigið fé 12.130.000. Og ég lokið upplestri á þessum og ber þá þetta undir atkvæði með það að vísa ársreikning Vestmannaeyjabæjar og stofnana hans fyrir árið 2019 til síðari umræðu í bæjarstjórn. Þið bæjarfulltrúar að segja það já eða nei þegar ég les upp nafn þeirra. Það Íris Róbertsdóttir. Það örugglega mute á þér, Íris. Gætir að vera mute, það heyrist ekki í þér. Já. Þú segir já, þannig það komið Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og það ég sjálfur Elís Jónsson sem samþykkir þannig. Þetta samþykkt þá með 7 samhljóða atkvæðum og ljúkum þá þessum dagskrárlið og förum í næsta dagskrárlið sem þá viðbrögð veiruógnunar. Við höfum tekið þetta fyrir núna á síðustu fundum og það bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, þú ert mutuð, Íris Róbertsdóttir. Svona. Forseti, bæjarfulltrúar. Staðan með COVID-19 í Eyjum svo að 105 hafa smittast og það ekki nema 1 ennþá með virkt smitt í Eyjum en það eru 11 í sóttkví í tengslum við það og þar af leiðandi hafa 104 náð bata af veikindunum sem bara ótrúlega jákvætt og það hafi ekki greinst nema 2 ný smitt síðan 7. apríl sem eru góða fréttir fyrir Vestmannaeyja og sýna aðgerðirnar sem farið var í hafi skilað tilætluðum árangri. Nú eru í gangi sýnataka og söfnun á sýnum til þess að eiga fyrir mótefnamælingu og hægt að skrá sig í gegnum, þetta í samstarfi hjá HSU og Íslenska erfðagreiningu og hvetja bæjarbúa sem ekki hafa skráð sig í þessa mótefnamælingu að skrá sig endilega. Það skiptir miklu máli fyrir framtíðarþróun í tengslum við baráttuna við veiruna. Aðgerðastjórn enn að störfum og funda núna 2 sinnum í viku og hún vinnur bara eins og áður í samráði við sóttvarnalækni, landlækni og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra. Viðbragðsstjórn á vegum Vestmannaeyjabæjar hefur einnig verið að störfum og fundar daglega stöðuna og aðgerðirnar sem snúa að rekstri og starfsemi bæjarins en frá með næstu viku mun viðbragðsstjórnin draga úr tíðni funda og funda 1 sinni til 2 í viku að jafnaði. Og viðbragðsstjórnin vinnur bara áfram eftir viðbragðsáætlun Vestmannaeyjabæjar sem og aðrar stofnanir Vestmannaeyjabæjar. Bæjarstjóri fundar reglulega með þeim sem stýra leik-, grunn- og framhaldsskólum og stjórnendum þeirra sem fara með málefni aldraðra. Það mæðir mest á þessum stofnunum. Það þurft að gera miklar breytingar í kringum þessar stofnanir og það ennþá náttúrulega mjög hertar aðgerðir á hjúkrunarheimilinu, inn á Hraunbúum og á sambýlinu varðandi heimsóknir og annað þó að það að létta á eftir helgi. Í tengslu við COVID þá hefur samstarfið bara í bæjarstjórn gengið mjög vel og bæjarfulltrúar reynt að leggjast á eitt með góða og nána samvinnu og bæjarstjórn hefur líka verið samstíga í þeim aðgerðum sem hafa verið ákveðið að ráðast í tengslum við viðspyrnuna við veiruógninni. Skólastarfi í leik- og grunnskólum mun fara í eðlilegt horf þann 4. maí næstkomandi eins og annars staðar á landinu þegar byrja verður aflétta samkomubanninu og eins og ég sagði áður með heimsóknarbann á Hraunbúum og sambýlinu verður aflétt í skrefum
og fyrstu skrefin í næstu viku og einnig munu og allar afgreiðslur og stofnanir félagsins sem mega opna munu opna og vera meðlægan opnunartíma frá og með mánudeginum en sundlaugin verður áfram lokuð almenningi og það bara landslínan. Við megum ekki opna sundlaugarnar þó að börnin megi fara í skólasund og það megi vera með sundæfingar, það má ekki opna þær almenningi. Áfram verður lögð áhersla á upplýsingagjöf til bæjarbúa með tilliti til erlendra einstaklinga búsetta í Vestmannaeyjum. Vestmannaeyjabær hafði forgöngu það að tilkynningar almannavarna alltaf þýddar á pólsku og ensku og það skiptir miklu máli. Fundir sveitarfélagsins munu fara aftur í eðlilegt horf en gætt verður að fjarlægðarmörkum og munu fundir ráða og nefnda fara fram í Pálsstofu í Sagneymum eftir næstu helgi, eftir 4. maí. En það verður að sjálfsögðu gætt að þessum 2 metrum, en þá munum við allavega hvíla fjarfundina. Staða atvinnumála í Vestmannaeyjum meðal verkefna sem viðbragðsstjórn bæjarins hefur einbeitt sér að undanfarna daga og vikur og mikilvægt að Vestmannaeyjabær hafi góða yfirsýn yfir stöðu atvinnumála í Vestmannaeyjum og fylgist með þróuninni. Vinnumálastofnun hefur reglulega látið Vestmannaeyjabæ í té upplýsingar stöðu mála ef varðar atvinnuleysi og hlutabótaúrræði vegna skerts starfshlutfalls hjá fyrirtækjum og einstaklingum í Vestmannaeyjum. Ljóst á þeim upplýsingum að fjölgun hefur orðið bæði í atvinnuleysi og í hlutabótaúrræðum frá mars yfir í apríl. Í Vestmannaeyjum eru núna 290 manns að nýta sér úrræði hlutabætur vegna skerts atvinnuleysis. Það voru síðast ef við hittumst sem var 16. apríl, það voru þetta 250. Meðaltalið hjá okkur að það sé 50,5%. Ríkið sé að borga 50,5%, þannig langflestir að nýta sér 50% leiðina, ekki alveg 75% greiðslu frá ríkinu. En það eru 40 fleiri einstaklingar frá því miðjum apríl, já. En það eru 121 einstaklingur skráður atvinnulaus, samanborið við 100 einstaklinga miðjan apríl. Í venjulegu árferði atvinnuleysi milli 50 og 60 manns. Tölur Vinnumálastofnunar hlutfall atvinnuleysis í Vestmannaeyjum í mars voru 6,4 og spár stofnunar gerir ráð fyrir 12,3 atvinnuleysi í apríl. Við vitum ekki alveg hvort að það miðað við þær tölur sem við höfum hvort að það sé að standast. Við höldum að það sé minna. En þeir spá 10,5% atvinnuleysi svo í framhaldinu í maí. En það ýmislegt sem breytist núna mánaðamótin með hlutabótaleiðina þá mega einstaklingar sem starfa sjálfstætt og fyrirtæki sem gert að loka, sem eru margir aðilar, snyrtustofur, hárgreiðslustofur, tannlæknar, sjúkraþjálfarar og aðrir hefja starfsemi, þannig að það getur orðið einhverjar breytingar á þessum tölum eftir mánaðamótin. Þá hef ég lokið máli mínu. Já, ég þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessum lið? Ef ekki, þá ætla ég að taka að mér að lesa hér niðurstöðu. Bæjarstjórn þakkar bæjarstjóra yfirferðina. Samfélagi allt hefur lagst á eitt að vinna gegn veirunni og komið í veg fyrir frekari útbreiðslu. Þar með ljúkum við þessum dagskrárlið og förum í næsta dagskrárlið sem umræða samgöngumál. Var það bæjarstjóri, það ekki? Mánu sjá. Við vorum með einhverja innbókun, það ekki þarna? Mánu sjá. Já. Ég eitthvað pínu tindur hér. Það að segja, maður sjá, þetta ekki bara... Ernir hefur dregið saman áætlun sína 50% og ferðum Herjólfs hefur fækkað 7 í 3.
Staða Herjólfs ohf. Erfið og tók bæjarráð málið til umræðu vegna samdráttar í ferðaþjónustu og takmarkaðar eftirspurnar eftir samgöngum milli lands og eyja. Stjórnarformaður og framkvæmdastjóri fóru yfir stöðuna hjá Herjólfi ohf. Með bæjarfulltrúum fyrir stuttu. Mikill samdráttur hefur orðið á sértekjum félagsins, það tekjum af farþegum, bílum, frakt og kojum sem standa utan við greiðslu frá Vegagerðinni. Ljóst að afbókanir og dökk spá ferðamálastraum erlendra ferðamanna til Íslands í sumar mun hafa heilmikil áhrif á tekjur félagsins. Þessi staða á samkomubannið hefur orðið til þess að ferðum var fækkað. Bæjarstjóri, formaður bæjarráðs og fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í bæjarráði átti nýlega fund með Vegagerðinni og fulltrúum stjórnar Herjólfs og framkvæmdastjóra þar sem farið var yfir stöðuna og tillögur lagðar fram framhaldið. Vegamálastjóri upplýsti að Vegagerðin færi í það verkefni með stjórn Herjólfs að tryggja 6 ferðir á dag. Staðan í Landeyjahöfn var líka rædd og mjög ánægjulegt að þetta fyrsti veturinn frá opnun Landeyjahafnar 2010 þar sem höfnin lokast ekki yfir veturinn. Og hún hefur haldist opin hvað dýpi varðar í allan vetur. Þannig var þetta. Ég bið ykkur afsökunar á þessu. Vilja bæjarfulltrúar ræða þennan dagskrárlið umræðum samgöngumál? Já, forseti. Ég óska eftir að fá að ræða. Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Við höfum haft talsvert miklar áhyggjur, öll bæjarstjórnin, og það kom fram í bæjarráði þegar þetta var rætt að þessum breytingum sem gerðar voru á áætlun Herjólfs, en þær voru líka hluta til komnar bæði út af samkomubanninu og hluta til að stjórnin fer inn í hlutabótaleiðina til þess að geta látið hlutina ganga upp, af því að það var náttúrulega voru fáir að ferðast og lítið að gerast, en sem betur fer horfið til betri vegar í því núna. Og við sátum þennan fund, ég og bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson og bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir með stjórnendum Herjólfs ohf. Og þar fundum við það að Vegagerðin var tilbúin að koma í þessa vegferð að laga áætlunum okkar aftur. Að þessi áætlun náttúrulega þessar 3 ferðir innan þessar þrönga tímaramma hefur bara verið erfitt, þó svo að við höfum verið lítið á ferðinni og svona, þá hefur þetta haft áhrif á marga og skerðir þetta ferðafrelsi sem við erum orðin vön, og það að geta tekið dagsferð til Reykjavíkur var flókið mál. En það bara mjög ánægjulegt að nú horfir þetta til betri vegar og við vorum að fá Herjólfur ohf. Var að tilkynna það og í samstarfi við Vegagerðina að það að verða breytingar á strax á mánudaginn, sem bara gríðarlega ánægjulegt, þannig að það verði breytingar á að við förum í 4 ferðir og þeim dreift yfir daginn strax á mánudag og svo frá með 13. þá verður komna 6 ferðir. Og ég bara mjög ánægð með þessa niðurstöðu að því við vitum að allstaðar er verið að draga saman, það allstaðar verið að draga saman í almenningssamgöngum og það bara ekkert auðvelt að halda sínu. Þannig að ég bara mjög ánægð með þetta samkomulag sem hefur nást við Vegagerðina að því Vegagerðin þarf að koma inn með auki fé til þess að láta þessi hluti ganga upp og þeir eru að gera það. Þannig að ég bara vil þakka fyrir það og það var góður andi á þessum fundi. En það nóg eftir, eins og kom fram í málinu hérna áðan, það ýmsir þættir sem á eftir að klára, en það var númer 1, 2 og 3 núna að tryggja það að áætlunin yrði breytt og að við fengjum fleiri ferðir og samgöngurnar færu í líkingu við það horf sem þær hafa verið hjá okkur. Takk fyrir. Þakka Írisi Róbersdóttir fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessum dagskrárlið? Já, Helga Kristín, ég myndi aðeins vilja fá að segja bara nokkur orð. Gjörðu svo vel, Helga Kristín Kolbeins. Bæjarfulltrúar og þeir sem að hlusta. Ég vil hrósa Herjólfi og áhöfn Herjólfs hvað hún hefur tekið vel á málunum í þessu erfiða ástand. Það var ekki ein ferð dottið niður út af áhöfninni. Þeir hafa getað alltaf leyst málin og bara fagnaðarefni að bara núna strax á mánudaginn sé byrjað að fjölga ferðum eins og maður heyrt íbúa byggja. Þannig að ég bara virkilega vel gert og takk. Þakka Helgu Kristínu Kolbeins fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls?
Svo ekki. Þá vorum við með sameiginlega bókun, það ekki? Það Njáll Ragnarsson sem með niðurstöðu í því. Já. Já. Forseti, ég tek undir það sem að hér hefur verið komið fram. Þetta búið að vera mjög erfitt. Að komast ekki, að hafa ekki samgöngunar, að þær virki ekki sem skyldi. En eins og bæjarstjóri upplýsti hérna áðan að þá hefur félagið tilkynnt að í samráði við Vegagerðina hefur verið tekin svo ákvörðun að breyta áætlun strax við afléttingu eða rýmkun þessa samkomubanns. Að nú verða farnar 4 ferðir strax eftir helgina og svo stefnt á 6 ferðum og þannig þar að leiðandi svona nokkurn veginn eðlilegri áætlun miðjan mánuð. Bæjarstjórn með sameiginlega bókun í þessu máli sem svo hljóðandi. Nú þegar létt verður á samkomubanni eftir helgina telur bæjarstjórn mikilvægt að áætlun Herjólfs færist í sem eðlilegast horf á ný. Því ánægjulegt að sjá stjórn Herjólfs OHF í samráði við Vegagerðina hafa ákveðið að breyta áætlun skipsins strax 4. maí þegar farnar verða 4 ferðir daglega frá Vestmannaeyjum og 6 ferðir frá 13. maí. Það lokið máli mínu. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir þetta. Ef það ekki fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls undir þessum dagskrárlið, þá ljúkum við honum á þessari bókun og niðurstöðu bæjarstjórnar. Og förum þá í næsta dagskrárlið sem framtíðarskipan 3. hæðar í Fiskihúsinu. Það starfshópur sem skipaður var þann 16. janúar síðastliðinn framtíðarskipan starfsemi 3. hæðar Fiskihússins lagði fyrir bæjarráð skilagrein hópsins þar sem dregnar eru saman tillögur og hugmyndir starfsemi í húsinu og samantekt á vinnu hópsins. Í starfshópum voru skipuð Ásgeir Jónsson, Frosti Gíslason, Hólmfríður Sveinsdóttir, Tryggvi Hjaltason og Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir. Þá var Angantý Einarssyni falið að starfa með hópnum. Vilja bæjarfulltrúar ræða þennan dagskrárlið áður en ég fer í niðurstöðu bæjarstjórnar? Svo ekki. Já, ég var alveg. Hér Trausti Hjaltason, heyrist mér, það ekki? Jú, ég til í að segja nokkur orð þetta. Gjörðu svo vel, Trausti. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Þetta mál afskaplega spennandi og eitt af þessum málum sem maður bindur svolítið vonir við sem mál sem að geti vaxið inn í framtíðina sem spennandi möguleiki til þess að fjölga hér eggjónum í körfunni sem akkúrat það sem við þurfum að gera á svona tímum. Við þurfum að byggja upp til nota tækifærin sem eru og byggja upp til framtíðar, reyna að búa til eitthvað sem getur orðið að einhverju stærra í framtíðinni og þess vegna þetta finnst mér þetta fiskiðverkefni frá upphafi vera búið að vera afar vel lukkað og spennandi og hefur heppnast, ég hugsa að það sé hægt að segja að það hafi gengið vonum framar og það að vera með stórt alþjóðlegt fyrirtæki hérna á fyrstu hæðinni og fulla aðra hæð af allskyns fyrirtækjum og stofnunum góður grunnur og þess vegna þetta spennandi. Það ánægjulegt að sjá í skýrslunni að það eru fjölmörgin möguleikar í boði og þetta nokkuð raunhæft en þetta þarfnast mikillar vinnu og samstöðu og það afar mikilvægt að það verði unnið vel úr þessu í framhaldinu. Það eru hlutir þarna sem þarf að skoða og fara vel yfir og ég legg til að bæjarfulltrúar ígrundi vel næstu skref. Það voru auðvitað að opnast svona gluggar hjá ríkisstjórninni sem við þurfum að hafa í huga að geti mögulega nýst inn í þessa vinnu. Það sem var verið að setja mikið fjármagn í nýsköpun og þróun núna á dögunum á ríkisstjórninni í
sem svona hluti af aðgerðapakkanum hjá ríkisstjórninni vegna COVID. Þannig að það margt sem að svona fjölmörg tækifæri í þessu sem að falla ágætlega að þessum hugmyndum sem þarna verið að reifa og skoða. Þannig að ég bara er spenntur og mér finnst það vekur svona ákveðna vonum að það sé hægt að halda áfram og gera þetta enn meira spennandi. Þetta sem að gerast í fiskiðunni. Þó að ég sé ekkert endilega að segja að þetta þurfi einskorast við fiskiðuna þessi starfsemi en mér finnst þetta að vera afskaplega spennandi verkefni sem að þarna verið að skoða og þessir hlutir sem verið að skoða eitthvað sem að mjög mikilvægt að við skoðum alvarlega og reynum að beita okkur fyrir að verði að einhverju meiru. Takk. Já, ég þakka Trausta Hjaltasyni fyrir þetta. Íris Róbusdóttir, það ekki rétt? Jú, forseti og bæjarfulltrúar, mér langar bara að þakka starfshópnum fyrir skýrsluna. Þetta var, og ég veit það eftir að hafa rætt við Angantýr sem starfaði með hópnum, að hann hafi gríðarlega gaman af vinnunni og sagði að það verið mjög góður andi í vinnunni. Og við vorum bara heppin að fá fólk, svona frjótt fólk úr öllum áttum til að koma inn með hugmyndir. Þannig að við höfum eitthvað til að móða úr og ég tek undir með bæjarfulltrúa Trausta Hjaltasyni. Við þurfum að vanda framhaldið á vinnunni. En ég held að sé mjög mikilvægt líka að við komum vinnuna á stað og þurfum samt svolítið að halda áfram með hana því það eru ákveðin tækifæri sem liggja núna og ég bara hef lokið máli mínu. Takk kærlega fyrir þessa vinnu til starfshópsins. Já, ég þakka Írisi Róbusdóttir fyrir þetta. Áður en ég vindi mér í niðurstöðuna vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls. Elís, ég myndi þykja Hildi Sólveig hér. Hildi Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Ég bara þakka sömuleiðis líkt og Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri kom inn á hér þessum öfluga hóp sem að koma þessar tillögur. Virkilega ánægjulegt að allir þessar einstaklingar sem hafa ólíka reynslu úr hinum ýmsu geirum hafi getað komið í þessa vinnu með okkur og kemur á mjög heppilegum tíma. Núna erum við líkt og búið að koma hér fram verið að í rauninni veita möguleika á að sækja í hina ýmsu sjóði til þess að fara í þróun á einmitt einhvers konar starfsemi líkt og þeirri sem við erum hugsanlega að fara að skoða nánar og auðvitað verður það mikil vinna að fara í að greina það. En það líka eins og við höfum kannski rætt mikið á þessum fundi varðandi þessar erfiðu aðstæður og allar þær hörmungar sem að dynja yfir með þessum vírus sem við erum að kljást af miklu æðruleysi við, að þá eru þetta gríðarleg tækifæri og bara alveg eins og sá möguleiki sem að gera okkur kleift að funda hér í dag, að fjartæknin hefur sýnt okkur fram á gríðarleg sóknartækifæri. Við höfum möguleika á að veita fólki aðstöðu til þess að starfa á einum stað og búa á öðrum stað. Og ég held að þar ekki síst liggi líka mikil sóknartækifæri fyrir Vestmannaeyjar. Þar möguleiki fyrir stór fyrirtæki að draga til dæmis úr sínum rekstrarkostnaði og yfirbyggingu með því að vera með starfsmenn á öðrum svæðum sem að kjósa að búa til dæmis í meiri ró og frá ís og þess höfuðborgarinnar, búa við lægri kostnað vegna til dæmis húsnæðis og hafa greitt aðgengi að þjónustu vegna barna og eins og margir sem hafa flutt til Vestmannaeyja að tala að fá jafnvel auka klukkustundir í sólarhringinn af því að hér eru auðvitað vegalengdir stuttar. Þannig að það eru klárlega ýmisleg sóknartækifæri fyrir okkur. Ég held og bind miklar vonir við vinnu úr þessum starfshópi og vona að þetta muni verða byrjunin á einhverju skemmtilegu tækifæri fyrir allar Vestmannaeyjar til framtíðar. Takk fyrir. Já, ég þakka Hildi Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls áður en ég fer í niðurstöðu. Þetta
endurspegli held ég orðið ágætlega okkar afstöðu í þessu máli. Að öll sjónarmið hafi komið fram, þannig að ef ekki þá held ég að ég skelli mér í niðurstöðuna og alltaf kannski bara áður en að gera það með leyfi varaforseta að taka undir bara það sem aðrir bæjarfulltrúar hafa komið inn á og sérstaklega þakka þessum starfshóp fyrir vinnuna. Það er afskaplega spennandi en niðurstaðan er á þessa leið til þess að fylgja eftir skilagrein og tillögum starfshóp framtíðarskipan 3. hæðar fiskveiðihússins þarf að taka afstöðu til ýmissa þátta skýrslunnar, svo sem ólíkra sviðsmynda, fjárhagslega aðkomu og umfang bæjarins að slíkri starfsemi, kanna áhuga atvinnulífsins og þekkingar samfélagsins á þátttöku í verkefninu og taka afstöðu til einstakra tillagna eðli, fjölda og umfang starfa og verkefna í aðstöðunni. Jafnframt þarf að taka ákvörðun fyrirkomulag og framhald vinnunnar. Í ljósi þessa ákveður bæjarstjórn að skipa 3 manna vinnuhóp kjörinna fulltrúa til að móta tillögu bæjarstjórnar starfsemi 3. hæðar fiskveiðihússins sem taka mið af tillögum í skilagrein starfshópsins. Þar sem málið fellur undir verksvið bæjarráðs verði vinnuhópurinn skipaður bæjarstjóra, formanni bæjarráðs og fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í bæjarráði sem skipa jafnframt starfshóp gerð atvinnustefnu Vestmannaeyjabæjar. Jafnframt bæjarstjóra falið að senda iðnaðar- og nýsköpunarráðherra skilagrein starfshópsins og fylgja sendingun eftir með samtali við ráðherrann hugsanlega aðkomu ríkisins að samvinnu við sveitarfélagi og atvinnulífi í Vestmannaeyjum uppbyggingu nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi. Gert ráð fyrir að vinnuhópurinn skili fyrstu tillögum til bæjarstjórnar fyrir 28. maí næstkomandi. Ég held að Hildur Sólveig Sigurðardóttir ekki svo vel. Afsakið bara þegar við erum búin að ljúka afgreiðslu á þessum máli þá myndi ég óska eftir örstuttu hlé þar sem ég gerst kostur á að fara af fundi og aftur inn á hann þar sem ég skilst að ég sé ekki í mynd. Þannig að ég ætla að fá að reyna, það er eitthvað mitt forrit segir að ég sé í mynd, ég sé mig hérna í mynd en ég vil ekki svipta ykkur af þeirri gleði þannig að þegar við erum lokað. Þú ert í mynd hjá mér? Þú ert komin í mynd. Nú, ok. Varst ekki mynd á hann. Ok, þá. Þú ert í mynd. Já, þá glæsilegt. Þannig ég held að þetta sleppi allavega og ég sá hins vegar það flökti einhverja myndin meðan ég var að lesa niðurstöðuna. Þannig að það greinlega gekk eitthvað mikið á en ég sá ekki. En þú ert í bara fínni mynd. Nú, já, ok. Það er eitthvað misjafnt greinlega hverju fá að sjá mig og hverju ekki. En ég skal hafa auga á þessu Hildur Sólveig Sigurðardóttir og láta það vita ef það verða tæknileg vandræði. Það er allavega Trausti Hjaltason og Íris í mynd, Íris Róbertsdóttir í mynd hjá mér núna. Takk fyrir þetta afsækjum. Þannig að það er allt í góðu. Þannig að ég held við ljúkum þá þessum dagskrálið bara á þessari niðurstöðu og vindum okkur í næsta dagskrálið í fundabúðinu sem var dagskrá bæjarstjórnarfunda. Og það er tillaga sem hefur verið senda á bæjarfulltrúa og sem við höfum rætt tillaga á breytingu á áður samþykktri dagskrá bæjarstjórnarfunda og það er þá þannig að fundur sem átti að vera 14. maí, honum verður seinkað til 28. maí og svo jafnframt verður fundið flýtt sem átti að verða hann var, skal ég segja ykkur, 27. júní og verður í staðinn 11. Það er 25. júní, fyrirgefið, 25. júní sem verður farið til 11. júní. Þannig að þá er þetta svona dagskráin sem liggur fyrir. Það er þá 50-dagurinn 28. maí 2020, 50-dagurinn 11. júní 2020 og 50-dagurinn 9. júlí 2020 og svo 50-dagurinn 17. september 2020. Þannig að ég leggi þetta undir bæjarfulltrúa til samþykktar. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þetta segi þá já eða nei. Það er Íris Róbertsdóttir. Og örugglega mute Íris. Já.
Komið Íris segir já. Njáll Ragnarsson, Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Já. Trausti Hjaltason. Já. Og Helga Kristín Kolbeins. Já. Og það ég sjálfur Elís Jónsson sem samþykki, þannig að þá ljúkum við þessum dagskrárlið, dagskrá bæjarstjórnarfunda og förum í 7. dagskrárlið. Já, Fyrir Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Ég er hrædd að við höfum ekki afgreitt fiskiðju afgreiðsluna með atkvæðum. Þurfti þess ekki? Ég truflaði þig, manstu ætlaði að fara út og inn á fund? Getur það ekki passað? Ég held að það sé ágætt bara að við greiðum atkvæðum að þessi hópur sem að ég bar upp í niðurstöðunni sé taki þetta verkefni að sér. Ég held að það sé bara alveg ágætis ábending og þannig að það taki af allan vafa í því. Þannig að áður við göngum í næsta dagskrárlið þá förum við þá aftur í, þá var það svo mikið sem það dagskrárliðin framtíðarskipan 3. hæðar í Fiskiðjuhúsinu. Ég ber hann undir atkvæði niðurstöðuna sem ég las upp á hann undir alla bæjarfulltrúa að þessi starfshópur vinni að þessu og hafa gert ráð fyrir að vinnuhópurinn skili fyrstu tillögum til bæjarstjórnar fyrir 28. maí næstkomandi. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir segja já eða nei. Það Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og það ég sjálfur Elís Jónsson. Þannig að það þá samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum að þessi vinnuhópur taki þá til starfa og vinni úr þessu. Og jafnframt annað sem að lesið var upp þar í textanum, þar sem að bæjarstjóra við falið að hafa samband við ráðherra og fleira, þannig að við förum þá bara áfram í þá dagskrárliðin sem var í útsendi dagskrá númer 6. Það umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, það fundur 323. Það hefur verið óskað eftir umræðum fyrsta lið í því. Fyrsti liður í þessu, það best að ég haldi mig við fyrir það sem að fylgjast með og eru kannski ekki inn í öllu, þá ætla ég að lesa bara það sem var bókað í ráðinu. Það liður 1 deiliskipulag á athafnasvæði AT1 græðisbraut, lögð fram að nýju tillaga deiliskipulagi fyrir hluta athafnasvæðis AT1 og miðsvæðis M1 dagsett 8. júlí 2019. Tillagan var auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga 123/2010, 17. júlí til 28. ágúst 2019. Þá var lögð fram ný tillaga deiliskipulagssvæðisins 20. apríl 2020. Niðurstaða vegna breyttra forsenda og breytinga í tillögunni leggur skipulagsráð til við bæjarstjórn að fallið verði frá áður auglýstri tillögu dagsett 8. júlí 2019 og ný tillaga dagsett 20. apríl 2020 auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Erindið var samþykkt með 3 atkvæðum á H-lista og fulltrúar D-lista sátu hjá. Erindinu vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar. Fulltrúar D-lista bókuðu, við vísum í fyrri bókanir okkar frá fundum nr. 315 og 317 og draugum enn og aftur í efa að það sé hagur sveitarfélagsins að auka byggingamagn langt umfram þolmörk ákveðins svæðis innan deiliskipulagsins og sitju því hjá í þessu máli. Undir þetta rita Eyþór Harðarson og Margrétur Rós Ingólfsdóttir. Og þá kemur bókun frá fulltrúum E&H-lista að meirihluti E&H-lista hlustar á óskir lóðarhafa. Mikilvægt að Vestmannaeyjabær standi ekki í vegi fyrir eða hindri að fyrirtæki í Vestmannaeyjum geti stækkað og útvíkkað sína atvinnustarfsemi. Mikilvægt að öll fyrirtæki geti dafnað vel í okkar samfélagi og hafi tök á að stækka. Mikil þörf á því að efla uppbyggingu í atvinnulífinu. Með nýju deiliskipulagi verið að vinna í að þétta byggð eins og gildandi aðalskipulag sem samþykkt var í maí 2018 gerir ráð fyrir.
Undir þetta rita Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, Jónatan Guðni Jónsson og Drífa Þöll Arnardóttir. Og þá önnur bókun frá fulltrúum D-lista. Í sömu tilfellum fara óskir lóðarhafa ekki saman við heildarhagsmuni sveitarfélagsins og gera það ekki að mati undirritaða ákveðnu svæði innan þess skipulags. Hér skortir meirihluta H- og E-lista kjark til að taka afstöðu til umdeildra mála og ákveða þess í stað að hleypa öllu í gegn. Og þetta undirrita Eyþór Harðarson og Margrét Rós Ingólfsdóttir. Og fleira var ekki bókað í ráðinu undir þessum lið, en það voru óskað eftir umræðu úr þessu, bæði úr meiri og minni hluta, þannig að Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjör svo vel. Takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Hér erum við að taka fyrir nýja tillögu að deiliskipulagi fyrir hluta af athafnasvæði AT1 sem afmarkast Heiðarvegi til austurs, Norðursundi og aðliggjandi deiliskipulagsmörkum til norðurs, flötum og lóðamörkum Heiðarvega 14 og Faxastíg 36 til vesturs og Faxastíg til suðurs. Á svæðinu er fjölbreytt starfsemi, tónlistarskóli, áhaldahús, bakarí, verslun og fleira í þeim dúr og húsagerð er fjölbreytt. Í tillögu að deiliskipulagi eru tillögur sem snúa að 8 lóðarhöfum og eru þar allan innan lóðarmarka þeirra. Eins og fram kemur í tillögu að deiliskipulagi er megin tilgangur með gerð deiliskipulagsins að styrkja atvinnustarfsemi í bænum með því að skilgreina nýja byggingareiti fyrir nýbyggingar og viðbyggingar fyrir aukna athafnastarfsemi á svæðinu. Með nýju deiliskipulagi er verið að vinna í að þétta byggð eins og gildandi aðalskipulag sem samþykkt var í maí 2018 gerir ráð fyrir. Ég tel einmitt mikilvægt að gera það og nýta þannig landsvæði á athafnasvæðum eins vel og hægt er. Hér er lagt fyrir bæjarstjórn að falli verði frá fyrri auglýstu tillögu og að ný tillaga verði auglýst. Með leyfi forseta þá vil ég fá að lesa upp bókun. Meirihluti bæjarstjórnar. Já, gjör svo vel. Já, takk. Meirihluti bæjarstjórnar tekur undir með meirihluta ráðsins og telur mikilvægt að Vestmannaeyjabær standi ekki í vegi fyrir að hindri að fyrirtæki í Vestmannaeyjum geti stækkað og útvíkka sína atvinnustarfsemi. Mikilvægt er að öll fyrirtæki, bæði stór og smá, geti dafnað vel í okkar samfélagi og hafi tök á því að stækka. Mikil þörf er á því að efla uppbyggingu í atvinnulífinu með nýju deiliskipulagi verið að vinna í að þétta byggð eins og gildandi aðalskipulag sem samþykkt var í maí 2018 gerir ráð fyrir. Allar tillögur í deiliskipulaginu er innan lóðarmarka, lóðarhafa og er því verið að nýta landsvæði innan athafnasvæðis betur, sem er gott. Takk fyrir. Ég þakka Jónu Sigríður Guðmundsdóttir fyrir þetta. Þá er það Hildur Sólveig Sigurðardóttir, ekki satt eða... Helga Kristín var reyndar í fjallinu búin að óska eftir á Ok, að sjá að Þá bara gefum við Helgu Kristínu Kolbens, er það ekki orðið, Helga? Forseti, takk fyrir Elís. Forseti, þú varst skakkur í myndinni. Þú varst snúa myndavélinni. Þetta gerist bara svona þegar verið að fara milli í allskyns valmyndum, en haltu bara áfram, þetta lagast samhliða að þú heldur áfram, gjör svo vel. En forseti, bæjarfulltrúar, gestir, skipulagsmál, þetta er bara mesta deilumálið innan bæja og getur skapað alls konar leiðindi. En auðvitað viljum við ekkert standa í vegi fyrir atvinnustarfsemi, þess vegna var náttúrulega nýbúið að samþykkja nýtt atvinnusvæði hjá flugvellinum sem er líka valda leiðindum. Þetta er alltaf voðalega erfitt, öll viljum að hafa atvinnu en enginn vill hafa atvinnuhúsnæði. Það sem að vekur kvíða að það eru bílastæði, við erum ekki ennþá komið með ljósleiðarann eða 5G sem er náttúrulega undirstaðan fyrir það að við verðum með sjálfkeyrandi bíla og þeim pakki. Þannig að það eru bílastæðamál og það eru ýmis mál sem eru erfitt. Og erfitt þegar verið að þegar fólk upplifir það sem meira hlust á einn fremur en annan.
En þetta eru alltaf erfið mál, skipulagsmál, en ég ætla með leyfi forseta að fá að lesa upp bókun Kjörsvel. og hún stutt bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka undir bókun fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í ráði. Bókun líka. Ég þakka Helgu Kristínu Kolbens fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessum lið? Ég myndi kannski aðeins vilja fá að bregðast við varðandi bílastæðin. Já, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjör svo vel. Já, þá kemur það skýrt fram í tillögunni að það eru gerða kvaðir varðandi bílastæði á alla starfsemi. Ok, ég þakka Jónu Sigríður Guðmundsdóttir fyrir þetta. Elís, má ég myndi bara Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Ljóð þegar sem formaður var að segja, bara myndi ég þykja bara hvers konar kvaðir það væri áhugavert þar sem að auðvitað eins og hefur komið hérna margoft fram að þá er þetta gríðarlega mikið byggingarmagn sem þarna ræðir og auðvitað fylgir því þörf á bílastæðum og öðru svona öðru svæði þar sem að svona athafnasvæði sem að bæði bílar og aðilar sem eru með er að koma með tæki og tól og annað þurfa að athafna sig á. Þannig að það væri kannski svona bara áhugavert að fá að heyra það og hvort að það sé engar áhyggjur af eins og mitt heildarmyndinni þar sem þarna erum við að tala um gríðarlega hækkun á þessari línu og hvort að formaður telji það í rauninni líklegt að lóðarhafar muni nýta þetta byggingamagn og hvort að líklegt verði að það náist sátt þetta svæði af hálfu lóðarhafa til framtíðar. Það verður kannski líka áhugavert. Takk, ekki meiri bíl. Já, ég þakka Hildi Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Það spurning hvort að formaður ráðsins, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, geti svarað eitthvað af þessu. Já, ég ætla að byrja því að fara við bílastæðamáli, þá kemur það fram að það skal gera ráð fyrir að lágmarki einu bílastæði fyrir hverja 250 fermetra af atvinnuhúsnæði og svo það tilgreint síðar í tillögunni þá hvað mörg bílastæði hjá hvernig lóðarhafi fyrir sig. En það er eitt bílastæði fyrir hverja 250 fermetra. Og varðandi spurning var hvort að þeir myndu fara í að nýta sér þann byggingarreit sem tillagan segir til og það er rétt skilið hjá mér. Við áttum fundi með öllum þeim sem sóttu þetta voru 8 aðilar sem komu með óskir og við fundum með þeim aðilum og það er öllum alvara með því sem þeir eru að óska eftir, þannig að við reiknum með því, já. Og ég reikna með að varðandi sátt svæðin að í fyrri auglýsingu komu ábendingar og ég ávona og ráðið ávona að þær ábendingar verði mjög líklega bara óbreyttar en mögulega bara sömu ábendingar koma aftur inn. Takk fyrir. Já, ég þakka Jónu Sigríður Guðmundsdóttir fyrir þetta. Þetta sé nú farið að varpa ágættri stöðu á málið, þetta ekki. Ef það er ekki fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls, þá held ég að við tökum þennan lið til atkvæðagreiðslu. Nú bið ég bæjarfulltrúum að segja já og nei, eða það er náttúrulega búið að sitja hjá líka, þannig að það var ekkert að fara yfir það með bæjarfulltrúum, þannig ég bið það bara að láta mig vita þegar ég les upp nafni þeirra við þessum fyrsta lið. Það er Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Ég sit hjá í þessu máli. Trausti Hjaltason. Sitt hjá. Helga Kristín Kolbens. Ég ætla að sitja hjá.
og það ég, Elís Jónsson, sem samþykki. Þannig að þessi liður samþykktur með 4 atkvæðum og 3 bæjarfulltrúar sitja hjá. Þá kemur frá byggingafulltrúa. Það liður númer 4. Liður númer 4 hljómar svona. Það nýja bæjarbraut 57 umsóknum byggingarleyfi, parhús. Það Samúel Mári Hreggviðsson fyrir hönd lóðarhafa sem gerir byggingarleyfi fyrir parhúsi samanber innsend gögn. Það niðurstaða skipulagsráðs samþykkir með tilvísan til 2. málsgreinar 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 að framlögð gögn verði grenndarkynnt lóðarhöfum nýja bæjarbraut 1, 3, 4A, 5B, 6A, 6 og 8A, 10 og búastaðabraut 14 og 16. Þessu erindi þá vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar. Vilja bæjarfulltrúar ræða þennan lið? Ef ekki, þá ber ég hann undir atkvæði eins og áður bæjarfulltrúum að svara mér þá. Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Og Helga Kristín Kolbeins. Já. Það ég sjálfur Elís Jónsson sem samþykki. Þannig að þessi liður þá samþyktur með 7 samhljóða atkvæðum og þá það liðir 2-3 og 5-9 sem liggja fyrir til staðfestingar. Og þá bið ég bæjarfulltrúa aftur að svara mér þegar ég lesa upp nafnir hvort þeir eru samþykkir, segi já, nei eða sitji hjá í þessu. Það Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Ég sjálfur Elís Jónsson samþykki. Þannig að liðir 2-3 og 5-9 sem liggja til staðfestingar eru samþykktir með 7 samhljóða atkvæðum. Þá förum við í næsta dagskrálið sem 7 í útsendinni dagskrá. Það framkvæmd á Hafnarráð Vestmannaeyja fundur 249. Það liðir 1-6 sem liggja fyrir til staðfestingar og þá ber ég þá undir atkvæði bæjarfulltrúa. Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég Elís Jónsson segi já líka, þannig að liðir 1-6 eru samþykktir með 7 samhljóða atkvæðum. Þá erum við komin í dagskrárlið númer 8 sem fjölskyldu- og tómstundaráð. Það fundur 244. Það var óskað eftir umræðu þar lið númer 7 og þetta var rætt í ráðinu. Það leikvellir, almennt umræða og kynning á leikvöllum í íbúðahverfum og áætlun endurbætur og uppbyggingu. Niðurstaða framkvæmdastjóri fór yfir stöðu mála varðandi leikvelli í íbúðahverfum og áætlun endurbætur og uppbyggingu. Gott samstarf við umhverfis- og framkvæmdasvið varðandi máli og unnið eftir aðalskipulagi. Stefnt verður að því að leikvelli verði samtals 15 og þeir staðsettir þannig að einungis verði innan við 10 mínútna gönguleið á milli leikvalla. Samtals 7 leikvelli verða á íbúðasvæðum og 8 á opnum svæðum og við stofnanir bæjarins. Markmið sveitarfélagsins að fara í endurbætur og uppbyggingu á öllum þessum leikvöllum á næstu árum, þegar hafi vinna við skólalóðir GRV og Kirkjugerðis. Í sumar verður stefnt að því að fara í endurbætur á 2 leikvöllum í íbúðarsvæðum við Dverghamar og Búastaðabraut og uppbygging á 9 leikvelli við Illugagötu norðan megin. Áhersla verður á barnvænt umhverfi með góðu og traustu undirlagi, viðhaldsgóðum leiktækjum, snyrtilegu nærumhverfi þar sem verður hugað að lýsingu, gróðri, hellulögn, bekkjum og ruslafötum. Ráðið þakkar kynninguna og lýsir yfir ánægju með þá vinnu sem framundan er. Ljóst að tryggja þarf fjármagn til þessara endurbóta
og uppbyggingar á leikvöllum og leggur ráðið til að áfram verði gert ráð fyrir fjármagni til þess við gerð fjárhagsáætlunar 2021. Það var óskur minnihlutanum, ef það ekki. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Ég myndi vilja fá að segja nokkur orði á takk fyrir forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Verulega ánægjulegt mál og auðvitað búið að vera í gangi í langan tíma og það var á síðasta kjörtímabili sem var ákveðið að fara í vinnu varðandi uppbyggingu á skólalóðunum sem að er búin að vera hægt og bítandi í miklum blóma og mikill munur á skólalóðunum og þær enda ákveðið andlit skólan okkar, þannig að það er mikilvægt að þær séu bara vel úr garði gerðar og geti nýst sem allra flestum. Það auðvitað hefur verið keppikefli Vestmannaeyjabæjar að vera með góð útivistarsvæði og opin svæði þar sem að bæjarbúar, fjölskyldur og börn geta sótt og notið saman útivistar og það er auðvitað mikilvægt að við höfum aðgengi að slíkum svæðum. Ég svona persónlega þá er ég svona aðeins skeptísk varðandi uppbyggingu á minni svæðunum. Maður allavega er svona aðeins bæði hvað varðar ráðstöfun fjármagnsins að þá auðvitað varðandi að nota fjármagni þannig sem flestir nýta, þá auðvitað nýtist það langt best þar sem að flestir fara og það eru auðvitað þessi stóru opnu svæði og ég hugsa að það sé margir sem að til dæmis eiga börn og barnafjölskyldur sem að fara reglulega á Stakkó sem er til dæmis vinsælt opið svæði að það eru gjarnan biðröð í rólurnar og nýja hoppudínan alveg þvílíkt vinsæl, þannig að það er auðvitað mikilvægt að við séum að byggja upp líka þessi svæði og svo hugsa maður aftur á móti með Hverfavellina að það er náttúrulega frábært þessi framtök sem að maður sér í rauninni svona hálfgerð íbúasamtök eða íbúana hafa verið drifkraft í að byggja upp ákveðin svæði og þar má til dæmis nefna Bröttugötu og Dverghamar og fleiri svæði sem hafa verið fyrir svona eigin atorku og að fara í uppbyggingu og með hugsanlega einhverju stuðningi frá sveitarfélaginu til dæmis í gegnum viltu hafa áhrif eða annað slíkt. Það sem er kannski helsta áhyggjuefni mitt hvað þetta varðar er að þegar að leikvellinir verða fleiri að þá verður auðvitað utanumhaldið erfiðara, viðhaldið verður erfiðara og það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt að þessum svæðum sé vel viðhaldið af því þetta geta orðið ákveðnar slysahættur og svo er það líka þannig að við erum náttúrulega að reyna að draga til okkar ferðamenn og erum að fara í gríðarstórt átak varðandi ferðaþjónustuna og þá er líka auðvitað nauðsynlegt að veita því fólki góða þjónustu fyrir börnin og svæði til þess að leika og þá hugsa maður líka til dæmis eins og til Þórsheimilisins. Þar er til dæmis leiksvæði sem að mætti huga að jafnvel bæta og betrumbæta og hefði maður kannski svona væri ágætt að sjá kannski sem hluta af þessari uppbyggingu. Þannig að þetta eru svona allavega svona mínar pælingar inn í þetta mál að það sé mikilvægt að sé verða að huga að þessum þáttum og séum að efla helst hvað mig varðar að þá auðvitað er maður hlynntur uppbyggingu leikvalla og svona sem allra flestir geti notið þeirra. Takk. Já. Ég þakka Hildur Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Já, fleiri bæjarfulltrúar að ræða þennan lið, númer 7 leikvellir. Ég var alveg til. Já, Trausti Hjaltason. Já, ég er til. Njáll má vera undan ef hann vill. Nei, ég held að Hvað var þú, Trausti? Ok, takk. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir.
Já, kannski bara fá að bæta nokkrum orðum við þetta mál. Það sem að sé ágætt að við höfum aðeins í huga söguna og vinnuna við aðalskipulagið í þessu máli. Þetta auðvitað afskaplega ánægjulegt að við teljum okkur hafa tíma og fjármuni í að byggja upp fleiri leikvelli og að endurbæta þessa leikvelli sem eru fyrir, og ég held að það séu allir sammála að það sé hið besta mál. En það þarf að hafa það huga að það eru fyrir þó nokkrum árum síðan þá voru við með mjög marga leikvelli út um allt. Þeir voru fjölmargir og margir í niðurnýslu og ákveðnar slysagildrur. Þá var farið svolítið í átaki í að fækka þeim og reyna frekar að gera þetta betur og á fáum stöðum, og það hefur tekist afskaplega vel til á þessum stöðum sem að hefur verið að fjölga tækjunum og verið að gera þetta vel, eins og hefur komið fram eins á Stakkó og núna á skólalóðunum okkur, bæði Hamarsskóla, Barnaskóla, Sóla og Kirkjugerði, þar sem að hefur þessar lóðir hafa verið teknar svolítið í gegn og töluverðu fjármunum veitt í þessar lóðir og þessa velli, og þess vegna þetta bara svona ánægjulegt framhald af því. En ég held að sé ágætt að bæjarfulltrúar hafi það svolítið bak við eyrað í svona vinnu að við þurfum að passa okkur að fara ekki fram úr okkur og missa þetta úr höndunum á okkur, þannig að við komumst ekki yfir að halda þessu við, vegna þess að þá erum við að búa til slysagildrur, og það er afskaplega ósmekklegt að sjá leikvöll sem að hefur ekki verið gert neitt í 10 ár eða þaðan að meira, og þannig að við gerum þetta svona markvisst og almennilega eins og er búið að vera að gera undanfarin ár, og við höldum því áfram. Þannig að það er bara fín umræða um þessi mál. Takk. Já, ég þakka Trausta Hjalta sem ég fyrir, og komið að Njáli Ragnarssoni gjör svo vel. Forseti, ég fagna þessari umræðu og ég fagna afgreiðslu fjölskyldu- og tómstundaráðs í þessu máli. Það er mjög ánægjulegt að sjá að skólalóðirnar okkar virðast vera að loksins komast á svona skikkalegt form, að það hafi verið tekið mikill skurkur í þeim að undanförnu, og það líta glæsilega út. Ég var í Barnaskóla nú á dögunum og það er allt annað að ganga þar skólalóðina heldur en á þeim tíma þegar ég var nemandi við þann góða skóla. Ég hef svona verið að velta þessu leikvallamáli aðeins fyrir mér. Ég er mjög ánægður með þetta, og þetta er náttúrulega eitt af því sem að mér finnst að bærinn eigi að bjóða upp á. Það á að vera, ég er mjög hlynntur þessum hverfis leikvöllum, og auðvitað er það þannig að við þurfum að sjá til þess að þeim sé vel við haldið og þeir séu ekki slysagildrur. Ég fæ ægilegt ekkó núna frá einhverjum. Já. Það er eitthvað ekkó sem kemur núna, byrja að funda mennum að. En eins og ég segja, þá verðum við að gæta þess að þessi leikvelli verði ekki neina slysagildrur, og við þurfum að því marki að halda þeim vel við. Ég myndi vilja svona leggja það til við bæjarstjórn að í ljósi þess að við ferðumst ekki mikið í sumar, eða horfir margt til þess, bendir margt til þess að við verðum minna á ferðinni í sumar heldur en áður, og við ætlum að fá til okkar mikið af ferðamönnum hingað til Vestmannaeyja. Að þá myndi ég svona vilja að bæjarstjórn ræði það að fjölga þessum leikvöllum enn frekar. Og ég ætla nú að með leyfi forseta kannski að fá að bera upp hér í bæjarstjórn tillögu þar sem að ég ætla þá að með leyfi forseta að fá að lesa upp. Ok, gjörðu svo vel Njáll Ragnarsson. Hún er svo hljóðandi. Bæjarstjórn samþykkir að uppbyggingu leikvalla í bænum verði hraðað enn frekar, þannig að einum leikvelli verði bætt við í áætlunum þessa árs. Ætla má að kostnaður við slíka viðbót sé á bilinu 4 til 6 milljónir á yfirstandandi fjárhagsári. Bæjarstjórn hefur þegar samþykkt 6 milljónir í verkefnið og aðrar 6 í aðgerðunum sem samþykktar voru 16. apríl síðastliðinn. Bæjarstjórn fyrir því bæjarráð að gera ráð fyrir þessari viðbót í viðauka vegna leikvalla.
Líklegt má telja að ástandið í þjóðfélaginu verði til þess að íbúar í Vestmannaeyjum verða meira heima við í sumar en heldur en oft áður. Í því ljósi telur bæjarstjórn eðlilegt að auka afþreyingu barna og barnafjölskylda með þessum hætti. Ljóst að opin leiksvæði auka enn fremur lífsgæði barnafjölskylda og liður í því að gera samfélagið okkar að enn betri kosti fyrir barnafjölskyldur. Tillagan ekki lengri, en mér þætti vænt að bæjarstjórn myndi ræða þetta og taka þetta síðan til afgreiðslu. Já, ég þakka Njáli Ragnarssoni fyrir þetta. Kannski bið ég að senda þessa tillögu. Elís, ég myndi vilja fá að tala. Já. Ég sé ekki hérna hjá mér, kannski Njáll Ragnarsson, þú sendir þetta kannski á ritara líka. Þetta Roki til ykkar. Það ekki. Þá bókhaldið í lagi hér hjá mér allavega, þá get ég haldið áfram. Íris Róbertsdóttir, gjör svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég ætla bara lýsa ánægju minni með það að við séum að ræða leikvöllina. Þetta mikilvægt og það ástæðan fyrir því að við fórum og töluðum og ég man ekki betur en að vera í júlí, síðasta sumar í júlí, þá fagnaði bæjarstjórn uppbyggingu leikvalla allan bæ, ekki bara á opnum svæðum. Þannig að mér barst mjög ánægjulegt að við séum búin að taka ákvörðun að setja í þetta fjármagn og ég ljósi þess að við erum að sjálfsögðu eins og ég fór yfir í yfirlitinu og yfirferðin ásreikningum áðan, þá stundu við ábyrga fjármálastjórnina og ég að sjálfsögðu búin að láta taka það út hvað kostar að halda þessu við. Það svolítið annað heldur en þegar leikvellinni voru í niðurníðslu, þá vorum við með eldgömul járntæki sem ryðguðu í sundur og annað. Leiktæki í dag eru miklu dýrari en þeir eru líka miklu endingabetri. Og eins og staðan núna, þá erum upplýsingu og tölum frá framkvæmdastjóra umhverfis og framkvæmdasviðs að þá talar hann að það sem kallar, það ekkert viðhaldsfrítt en það þarf ekki að gera ráð fyrir endurnýjun á tækjum sem farin á vellina í næstu 10-15 árin. Viðhald, hreinsun og almennt eftirlit og þá að vera miða við að við séum með einhverja þessa velli sem vera komin í næsta sumar, ef við ætlum að klára þetta, 4-5 vellir. Hann vill meina það að það kosti með aðalskoðun og öllu 145.000 að halda þeim öllum við á ári. Og mér tel þeim peningum mjög vel varið í börn og barnafjölskyldur vegna þess að það ekki hægt að miða við þegar voru gömlu rólurnar og ryðgaði allt niður hérna. Þetta bara allt annars konar tæki. Það eru cirka 3 tæki sem menn eru að hugsa að setja á hvern leikvöll og mér finnst þetta bara, mér finnst þetta ótrúlega jákvætt og ég held það bara í ljósi þess að rökin fyrir því að fara með vellin aftur inn í hverfin var það að það væri hægt að nota vellina líka þegar skólarnir og annað væri í gangi. Skólar og leikskólar eru opnir yfir daginn, þannig að þeir sem ekki með börn þar geta ekki nýtt sér neitt annað og líka fyrir fólk sem með ung börn og þessi leikvellir eru hugsaðir fyrir ung börn. Þannig ég fagna þessar umræðu og ég held ekki að þetta muni fara illa með fjárhag Vestmannaeyjabæjar, ég held þetta verði bara fínt og það búið að kanna það og hann búinn að taka það út, áhaldahúsið eða þeir sem eru þar í þjónustumiðstöðin okkar munu við sinna þessu eftirliti að nær öllu leyti og viðhaldi með völlunum. Þannig það alveg komið verkferlar og allt í kringum það. Þannig að ég get upplýst ykkur það. Takk fyrir. Og eitt í viðbót fyrir forseti varðandi það að það mjög jákvætt þegar fólk kemur inn í það og vill byggja upp leikvöll í hverfunum sínum að því hér var á minnst á viltu af áhrif og Bröttugötuvöllin, hann ekki ennþá komin á stað. Vegna þess að þetta bara fólk var rosalega áhugasamt og svona, en það bara gerðist ekki. Það voru keypt tæki, völlurinn kláraðist ekki, þetta var bara of mikið umfang. Þannig að það fór aftur til bæjarins. Takk fyrir. Já, ég þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Mér hefur borist tillagan í tölvupósti og ég hef áfram sendt hana á alla bæjarfulltrúa, þannig að ég allir bæjarfulltrúar að hafa þessa tillögu fyrir framan sig þá núna. Vil ekki einhverju bæjarfulltrúar að ræða þetta? Ég var búin að biðja orðið. Fyrirgefið. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, já, gjör svo vel. Takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég tek undir þessa tillögu og vil ég fá að lýsa yfir mikill ánægju með þessa vinnu að hefjast.
og bara þakki fyrir góða skýrslu. Það löngu orðið tímabært að koma leikvöllum bæjarins í viðunandi ástand, eða viðunandi stand. Íbúar hafa kallað eftir því að fá opna leikvelli sem hægt að nota þegar að bæði leikskólar og grunnskólar eru starfandi og það ánægjulegt að vera sig að bregðast við. Og að því að var talað slysagildrur hér áðan, og skiptir máli hvernig tæki og undirlag verður fyrir valinu, eins og Íris Róbersdóttir bæjarstjóri kom inn á. Í dag eru bara til tæki sem eru bara mjög barnvæn og góð. Það var ekki fleira. Takk. Elís, þú ert á mute? Hérna, ég alveg til í að... Ég klúðraði þessu. Ég alveg til í að bæta við, Elís, ef það er pláss fyrir mig. Já. Ég þakka svo út að ég var hljóðaður, mjútaður. Þá þakkaði Jónu Sigríður Guðmundsdóttir fyrir. Kannski góð í varalestri, þannig að hún náði þessu kannski hjá mér áðan. Og kannski aðrir sem að fylgjast með okkur. Helga Kristín Kolbeins. Þú varst búin að biðja orðið, ekki satt. Ég veit ekki hvort hún hafi hlaupið frá að ná í hleðslutæki. Það reynir mikið á tæki og tól hérna í þessum fjarfundum hjá okkur. Ég nýbúinn sjálfur að stinga í samband hjá mér. Ekki best bara að þú takir þetta þá á meðan, Trausti Hjaltason? Gjör svo vel. Ég geti gert það. Já, bara virkilega góð umræða og bara gaman að taka þessu umræðu. Það er alltaf gaman að taka umræðan jákvæð og skemmtileg mál. Þetta er eitt af þessum málum sem er bara virkilega gaman að vera þáttakandi í að samþykja og að sjálfsögðu er það afar jákvætt að það séu til fjármunir og tími til að bæta leikvellina og ég þakka bara bæjarstjóra fyrir þessar upplýsingar varðandi hvar málið er statt og hvernig menn að hugsa þetta, varðandi tæki og búnað og viðhald og annað og það er gott að menn séu með áætlanir í því. Það er hins vegar alltaf hollt að taka umræðuna og fara aðeins yfir söguna og ástæðan fyrir því af hverju hlutinir eru eins og þeir eru og hvað menn voru að hugsa þegar þeir voru að taka ákvarðanir varðandi þá leikvelli sem að hafa núna verið uppbyggingu undanfarin ár og við þekkjum öll hvernig veðurfarir í Vestmannaeyjum og annað og það er bara mikilvægt og gott að gera þetta vel og þess vegna er ágætt að taka góða umræðu þessar hluti þó að þetta sé svona litlum málin en þetta skiptir marga miklu máli og ég veit það að barnafólk mun auðvitað fagna þessu og taka því fagnandi að krakkanir geta hlaupinir á leikvelli í hverfinu sínu. Það er bara gaman að sjá það og að sjálfsögðu bara fögnuði því ef það er lagt hér til að bæta aðeins í og taka eitt leikvelli viðbót þá er það bara að sjálfsögðu þitt besta mál og fyrir mína parta þá mun ég að sjálfsögðu styðja það. Já, ég þakka Trausta Hjaltasyni fyrir þetta. Helga Kristín Kolbeins, ert þú með okkur? Svo er ekki nema hún sé á mute. Þannig að er það ekki best í... Er hún dottin út af fundinum, Elís? Nei, hún skrifaði skilaboðum að vera að ná í hleðslutæki. Já, mér sýnist þú vera dottin út af fundinum núna. Ég sé hann ekki. Nei. Ok, það er rétt, hér eru átta... Hvort að við eigum aðeins að... Hún er komin inn. Nú bættist við. Nú eru orðin 9 aftur, þannig að það er væntanlega komið hleðslutæki hjá Helgu. Kristínu Kolbeins. Heyrðu í okkur, Helga? Kristínu Kolbeinsdóttir. Nei. Aftur. Þú dast út, fyrirgefðu. Helga, þú varst búin að biðja orðið. Ertu tilbúin í það? Já, ég er tilbúin. Þú er tilbúin, Helga Kristín Kolbeins, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Leikvellir eru bara mjög mikilvæg. En helst myndi ég vera eins og við töluðum í fyrra, þá væri það náttúrulega draumurinn að bæjarbúar myndi bara sjá þetta sjálfur hvert hverfi.
En eins og fram kom í máli bæjarstjóra, þá er það ekki að ganga. Öryggi tækjanna skiptir þessu máli. Við erum að tala að járntækin eru hægt sem betur fer. Það eru komin úr öðrum efnum, en skulum ekki gleyma því það að koma nýjar og nýjar upplýsingar. Kannski eru efnin í dag ekki í lagi eftir 5 ár. Við erum alltaf að vera meðvituð hvað er að gera. Og líka í sambandi við slysahættu. Við erum alltaf að læra meira það. En ég efast ekki það að við séum þess verðum að við getum passað það. Það er í sambandi við peningana sem að vera að verja í þetta. Það verið að tala um 6 milljónir leikvöld sem að kannski almennum leikni finnst mjög lítið sem að kaupa inn á lóðina hjá sér. En þetta alltaf miklu dýrara. Það væri voða gott fyrir svona fólk sem að taka þessu í ráðinu að það hafi upplýsingar þennan kostnað í hvað það. Það stóð ekkert á því að fá þessar upplýsingar, það væri voða gott. Á meiri upplýsingar. En ég stýði leikvelli og með góðum og flottum tækjum. Sendi nú bæjarstjóra í fyrra hvernig ég vildi hafa gangstéttirnar. Það er alveg til að ræða það núna þó að bæjarstjóra sendi vel. En ég myndi líka vilja sjá meiri upplýsing á okkur svo. Það eru biðraðir, Stakkó, og það er eitthvað sem við viljum forðast núna í þessum ferðamanna. Við viljum fá ferðamenn, við viljum ekki fá það á það. En það er spurning hvort að við tökumst á hlýðin eða pillu og snjáls og bætum kannski bara að meira í þetta og bætum í þetta. Þú dast út, Helga? Núna ennþá? Nei, nú heyri ég þér. Hvenær hættir að heyra? Þegar þú sagðir Njáll, eftir það sem þú sagðir eftir Njáli, tillögu Njáll. Já, með tillöguna hjá Njáls, ég myndi vilja fá smá pásu til þess að skoða hana og ég vil líka velta hvort við veltum því fyrir okkur hvort við ættum að bæta hans við og Stakkó tæki. Við viljum ekki fá þessa ráð. Þannig að hvort við ættum að taka smá fundarhlé. Það þarf ekki að vera langt. Ok. Þú hefur lokið að öðru leyti, Helga Kristín Kolbeins, eða ekki? Já, öðru leyti málum. Gott og vel, ég þakka Helgu Kristínu Kolbeins fyrir þetta. Það er eitthvað, þú darst örlítið út og það var eitthvað smá af hljóðinu. Ég held að þetta sem hafi verið skára núna seinni hlutan, hljóðið, það var þarna, þannig að við sjáum til hvort þetta lægist ekki. Tillagan var liggur fyrir hjá Njáli, það var búið að taka ágætlega undir hana en það er náttúrulega sjálfsögðu ráðið sem fer með ferðina, faglega hlutan í þessu í samstarfi við framkvæmdastjóra. Þannig að þarna er aðalega verið að tala að auka í með því að við samþykkjum viðbóta kostnað en útfærslan er sjálfur sér ráðsins allavega eins og ég horfi á það og þannig að en það er sjálfsagt að taka fundarhlé ef að bæjarfulltrúar telja þörf á því. Hvað segið þið? Helga Kristín Kolbeins, þú telur enn þörf á því eða ekki að taka fundarhléð? Ég skildi á máli Njáls að hann var að leggja til að við myndum bæta við einum velli í viðbót við þessa sem eru komnir. Þannig að ég var bara að spá hvort við getum þó að standa ekki beint í tillögunni. Þannig ég vildi bara svona aðeins að við myndum kannski smá ræða. Það hvort við erum að beina því til ráðins eða beina í líka að þessu kostnaðsvæði. Þannig að við erum að fá fjölda fólk. Já, tillagan, þú hefur fengið tillöguna þegar ekki í tölvupósti? Jú. Já, þannig að allir búin að lesa hana. Hvað segir þið bæjarfulltrúar ef að taka stutt fundarhlé? Er það ekki? Jú, það er allt í góðu, sko. Það er allt í góðu, segi ég. Þá dreg ég hér fundahammarinn undan öllum gögnunum og klukkan er núna 20:01 og ég segi stutt fundarhlé.
Þetta verður svolítið skemmtilegt. Það finnst það